næstu búið að keyra á mig. Ekki mér að kenna. Þegar Super Bowl byrjar eftir 6 klukkutíma tæpa og ég ógeðslega spenntur. Ég lagði til, ég leið í búð vegna þess að það nú eitt af þessi fylgir og ástæðan fyrir því að ég get ekki alveg keyrt svona heilsuátaki mitt í alveg á fullum krafti að það fylgir svona ákveðin matar svona kruðir í menning þessu blessaða Super Bowli. En við skulum sjá hvað gerist. Ég ætla að fara og pikka eitthvað upp í búðinni. Það er algjörlega fáránlegt að vera að tala við ykkur leikinn og svo þið ekkert að sjá leikinn. Ég sitt bara til svo fáiði og er að borða súkkulaði úr sér og horfa á sjónvarpið og tala þetta svona í einhverjum almennum hugtökum. Það voru ekki mikla væntingar til þessar vídeós. Þetta er bara svona Ívar að horfa á Super Bowl vídeó. Sannlega mjög leiðilegt sko. En mér er gaman að hafa einhvern að tala við þannig að ég kann að meta þið séðina. Það sem byrjaði að gerast eftir eina sókn í leiknum var það að sendingin datt út, þannig að ég hélt ég væri að missa tenginguna og ekki ná að horfa á leikinn. En það er komið lag og hann er byrjaður aftur. 100 ára afmæli NFL, þetta er Super Bowl 54 held ég örugglega. Kansas City Chiefs á móti San Francisco 49ers. Spennandi leikur, frábær lið, annað mjög sterkt sóknarlið, hitt mjög sterkt varnarlið. Mér er eiginlega sama hvernig þetta fer, en ég held samt meira með Kansas City Chiefs. Ég byrjaði samt að fylgjast með þessu í Ameríkuferð svona 2015. Þá var ég að ferðast með góðum manni, samstarfsfélaga sem að kynnti mig fyrir þessu. Og byrju, þeir eru að fara að gera, það sjá hvað er að gerast. Koma svo. Koma svo. Þetta gerir maður þetta. Ég er þar. Byrjaði að fylgjast með þessu og við vorum á svona eins og roadtrip Bandaríkin, vinnuferð, að fara með til nokkra mismunandi staða, til Kansas City meðal annars. Og þar, af því hann er mikill áhugamaður, þá neyddist ég í rauninni til að sitja með honum á kvöldin og horfa alltaf á leiki. Og lærði að meta þetta og endaði svo þegar ég var sjálfur á hótelherbyggi eitt af síðustu kvöldunum, ég áttaði mig ekki á því að þar var ég bara byrjaði að glápa á þetta og virkilega halda með þessu. Og datt þar inn í Houston Texans, hélt fyrst með þeim, svo eiginlega skeytti þeir alveg på bak. Var svo staddur í Atlanta og fékk áhuga á Falcons. Það er ástæðan fyrir því að ég er í þessum Atlanta Falcons galla sem ég fékk mér fyrir Super Bowlið fyrir 2 árum síðan þegar þeir komust í Super Bowl og töpuðu gloriously illa fyrir New England Patriots. Voru komið svo mikið forskot að menn voru að segja að það væri ekki hægt að snúa þessu við, bara ég gæti ekki tapað þessu úr þessu. Alltaf hættulegt að segja það. Og jú, hvað gerðu Patriots? Þeir sjálfsögðu snéru þessu við og unnu leikir á endan. Þannig að glataðasta svona glataðasta moment þar sem að menn tapa niður öllu sínu momentumi sem ég hef upplifað í einhverju svona sko. En allavega, núna eru það Kansas City Chiefs og San Francisco 49ers. Þetta menn hljóta svolítið stressaður í upphafi því að mér finnst þetta svolítið svona fálmkennt sko. Yes! First down. Sko, amerískur fótbolti eða ruðningur funkar þannig að lið er með boltann og reynir að komast upp völlinn og skora touchdown eða snertimarka á hinum endanum eða ef þeir ná ekki alla leið að sparka field goal, sparka milli markstangana. Það eru 6 stig fyrir að ná snertimarki, 3 stig fyrir að ná field goal eða sparkmarki og ef þú nærð touchdown þá færðu tækifæri til að sparka alltaf að fá 1 aukastig, þannig að þú átt möguleikann á 7 stigum úr touchdowni, 3 úr sparkinu í heilsinni. Komið svo mjög illa framverð, þetta var flott sóknarhreyfing þarna. Hvernig menn hreyfa sig upp völlinn virkar síðan þannig að sóknarliðið
þarf í rauninni í hvers skipti að ná að færa sig 10 yarda fram völlinn, annars 90 yarda langan völlinn og hefur 4 tilraunir til að færa sig og þetta eru kölluð downs, first down, second down, third down og fourth down. Þannig að þú átt í fyrsta downi áttu 10 yarda, ef þú tekst að færa þig 3 yarda og þá ertu yes, koma svo. Hlupu þarna svona 25 yarda, virkilega smullu fram, ánægði með þetta. Jæja, mínir menn eru komin af stað, sko, farið að hlaupa svolítið. En hérna, já, þetta var, þú hefur svona 4 tilraunir, 4 down til að ná að færa það fram þessa 10 yarda. Ef þú tekst að fara 10 yarda, þá er aftur first down og þú er aftur 10 tilraunir til að komast lengra. Auðvitað frábært ef þú tekst að fara lengra en 10, þá er það bara bónus. En ef þú fer 10 eða lengra, þá byrjar þú aftur á þeim punkti þar sem þú varst tekið niður og ert sem sagt með 4 tilraunir til að komast 10 eða lengra í viðbót. Svona reyna menn að hlaupa alla leið og komast yfir marklínuna og skora touchdown eða snertimark. Venjan er síðan að í fourth down, svona öllu jöfnu, að þá eru menn ekki að reyna að hlaupa því ef þeir hlaupa og eru teknir niður, þá snýst leikurinn við og hitt liðið fær að byrja þar sem að menn voru með boltann. Þannig að í staðinn til þess að þrýsta andstæðingnum aftar á sinn vallarhelming, þá sparka með boltanum fram og þá neyða þeir náttúrulega andstæðinginn til að koma svo, yes! Svona á að hlaupa þetta. 15 yardar, Kansas City er 15 yardar frá marklínunni og það er first down. Tekið niður. Það sem að dró mig svolítið að þessu sporti að horfa á þetta er það að þetta er svolítið nördalega skemmtilegt. Það er óbóðslega mikið um taktík, mikið um statistík og svoleiðis hluti og síðan er sko óbóðslega margir leikmenn í liðinu, það er byrjunlega 50 til 100 leikmenn í einu liði og þeir eru svo ólíkir, hlutverkin eru svo ólík og þeir eru svo ólíkir að getu og líkamlegum burðum og bara svo ólíkt hvað til þarf til þess að uppfylla þetta hlutverk að þetta er svolítið svona ævintýralegt að fylgjast með samspilinu og öllum þessum mismunandi karakterum. Þú ert með sóknarliðið, þú ert með varnarliðið, þú ert með sparkliðið, svona eitthvað sérstök teymi. Nei, drengir mínir. Komum svo. Third down sem er síðasti séns til að hlaupa eða færa sig og það eru 11 yardar, þannig að nú þurfum menn bara að gera vel, sko. Annars er þetta möguleikinn á að sparka og skora field goal. Koma svo, Mahomes. Drengur, hvað ertu að gera? Hann hleypur quarterbackinn, leikstjórnandinn, Mahomes hljóp þetta sjálfur. En mjög varhugavert. Hann er náttúrulega lykilleikmaður, algjör lykilleikmaður í amerískum fótbolta. Leikstjórnandinn þarf að halda allri einbeitingu og fókus í gegnum leikinn því að hann bara tekur í rauninni allar grunnákvarðanir í sókninni eftir að leikurinn er hafinn. Hann alltaf hljóp þetta og hann náði first downu, náði að ferja sig fram einhverja 12 yarda. Ég held að það verið versta hugmynd í heimi að ætla mér að útskýra fyrir fólki sem ekki þekkir amerískan fótbolta hvernig það virkar á meðan ég er að horfa á Super Bowl. Athyglin er svona soldið einhvers annars staðar og ég er pínu spenntur, sko. Ég er spenntur að því ég segi, mér er rauninni sama hvort liðið vinnur þó ég haldi með Chiefs, Kansas City, en þetta eru bara svo góð lið og svo skemmtileg og þau eru eitthvað svo fersk og ég hlakka bara til að sjá þau bæði á næsta ári, þið vitið. Þannig að þetta er bara eitthvað þetta er svo gleðilegur og góður leikur, sko. Þetta eru svo 2 lið sem bæði eiga svo skilið að vinna. Og þetta er lið sem eiga líka nóg inni. Þetta eru ungir leikstjórnendur sem bara eiga framtíðina fyrir sér, sko. Nú er ég svolítið að tala eins og ég veit eitthvað þetta, en ég veit ekki raskat þetta. Ég er bara að fylgjast með þessu nokkur ár og ég kafa ekkert sérstaklega með Jóni þetta. Ég nýti svo að horfa á leikinn. Mér finnst leikurinn sjálfur svo skemmtilegur. Mér finnst þetta regluverkið og þetta bara konseptið allt svo skemmtilegt. Þú veist, það sem svona dró mig helst að þessu er það að þetta er þessi yndislega blanda, ofboðslega taktískt, ofboðslega svona strategískt, svona nördalega nákvæmt þannig, það er svo mikið hægt að kafa ofan í það. Og svo er þessi svona börst af hörku, þannig að fyrir mér er þetta svona eiginlega borðspil með smá svona vingjallu ofbeldi sem er alveg gullin blanda. Og sko,
Það er geggjuð auglýsing. Þetta er auglýsing með Jason Momoa, hann er kominn heim til sín og er hérna klæðir sig úr öllu svona vöðvunum og svona sko því að svo notalegt að vera heima hjá sér. Þetta er ógeðslega vel gert tæknilega. Nei, sparkið þessu maður. Hún ætlaði sko, þetta ekki að sparka. Ég þoli þetta ekki. What a touchdown! Yes! Þeir þrumu sér í gegnum þetta. Þeir eiga bara, nei, þeir eru alveg við marklínuna, þeir eru bara 10 cm frá sko. Þannig að það er bara, í artur frá, hann heyrtur að hafa 4 tilraunir til þess að þrýsta sér í gegnum varnarlínuna, þannig að 1 metra, tæplega. Hvað var náldið að komast alltaf leið. Jæja, það var Gamble sem borgaði sig að þeim, mér þótti þetta mjög riski. Koma svo! Já! Fyrir þess að dómararnir taka sko engan séns á að kalla þetta komið eða ekki sko. Af því þetta er Super Bowl úrslitaleikurinn. Touchdown, Kansas City. Mahomes dýrið hljóp þetta sjálfur. Já, ég held ég að segja einhvern áðan, það á náttúrulega quarterbackin, leikstjórnandinn, ekki að fórna sér í svona hluti því að hann verður að halda úthaldinu og hausnum og öll í lagi gegnum allan leikinn. En hann er ótrúlegur þessi, Patrick Mahomes, hjá Kansas City, að hann tekur þessa sénsa, hann hleypur sjálfur og gerir svona hluti sem eru frekar dúbíus. En þeir borga sér stundum og eru kannski oft tiltölulega óvæntir. Svo það er sko stór hlutur fyrir sömu fólki, það er svona halftime showið, það er svona sýningin í hálfleik. Geta hann einhver svona tónlistaratriði. Ég er ekki sérstaklega spennt fyrir því, en það er ágætt að fá hálftíma pásu á milli. En þetta er svona tónlistaratriði sem venjulega sko keyra þá línu sko, eða dansa þá línu að finna svona eitthvað svona lægsta pop samnefnaran. Þetta er svona plebba tónlist. Ég veit ekki, núna er þetta einhverjar. Þetta er alltaf eitthvað svona R&B söngvarar og eitthvað dót sko, eitthvað svona sem að, þið veitir, eitthvað svona sem stuðar engan og allir geta svona, þið veitir bara eins og Bubbi Morthens eða U2 eða eitthvað svona nógu bara eitthvað, Svo sem er skiljanlegt þegar þú ert að reyna að vera með eitthvað massapíla þá, það snýst ekki það að þú sett með eitthvað góða tónlist, þú ert bara með tónlist sem að fer ekki sérstaklega mikið í taugarnar á neinum sko. Ja, þetta séu Jennifer Lopez og hvað heitir hún? Shakira. Veit ekki hvað það er. Það er lítið að marka það því ég fylgist ekki með þessari tegund músík sko. Þetta er eflaust bara príðismúsík sko. Já, niður með hann bara. Yes. Töpuðu jörðum, færið tilbaka af Kansas City. Vissuð það að megnið af Kansas City er í Missouri fylki, ekki í nágrannafylkinu Kansas. Þetta vissu ábyggilega ekki allir sko. Ég sem sagt komið nokkur sinnum til Kansas City. Það var endur oftast verið einmitt Kansas megin. Vegna þess að vinnin hjá mér er með skrifstofu og útibúð hana. Þannig ég hef komið þangað ábyggilega 4 sinnum með eitthvað svoleiðis. Ég reyndar komið oftar til San Francisco og þetta miklu skemmtilegri borg heldur en Kansas City. Interception! Boltinn gripinn á lofti af andstæðingunum og þá bara snýst leikurinn við. Þá var þeir með boltann og fara að sækja. Þannig að mínir menn í Kansas City Chiefs voru að grípa kastið frá San Francisco og ætla að snúa þessu við. Ég er samt skuggalega hræddur við að vera kátur því að síðast ég var mjög kátur yfir Super Bowlinu var þegar að mínir menn í Falcons
stóðu sig rosalega vel framan af og mistu síðan eins og ég segi niður allt momentum einhvers staðar í hálfleik og leikurinn bara snerist við. Það er eitt sem ég ætla ekki að verja við ameríska fótboltann sem að fólk gagnrýnir gjarnan. Það er þetta með allar þessar auglýsingar. Ég skil að þetta er leikur sem gengur svona út að skipta út pörtum af liðinu, vera að snúa við fram og tilbaka, stoppa, starta og allt það. Það býður voða vel upp á það að vera alltaf með auglýsingar, skjóta þeim inn í allar þessar pásur. En þegar maður veit að sko leikurinn er actually stoppa á vellinum núna, þeir eru bara svona eitthvað svona að dunda sér af því að það er búið að ákveða að það sé auglýsingarhlé. Þá er það svona, ég ætla ekki að verja það, þó ég verji sannlega eiginlega allt annað við þetta æðislega sport. En þetta koncept er enda mun verra í Super Bowlinu heldur en í nokkrum öðrum leikjum, svona almennum leikjum í deildinni. Þá er þetta ekki svona slæmt, sko. Þá eru auglýsingarnar stuttar af því að búm, leikurinn byrjar aftur. Það hitt að því sem alltaf verið frægt, það er þetta með sko, Super Bowl auglýsingarnar. Það eru alltaf að keyra alltaf núna á milli öðru hvoru, sko. Og þessar allra stærstu og fínustu eru þetta í hálfleik. En það er alls konar svona sniður auglýsingar, maður sér það mikið á frægum leikurum og einhverju svona leika í það eru ekki svona dýru auglýsingar þar sem búið að leggja mikið púður í. Þær eru sýndar núna fyrst, eða frumsýndar núna. Mér finnst óbært að fyndið þegar að einhverjir eru að kvarta sko eða vilja benda á eitthvað að gerst, það hendaði svona gulu flaggi inn á völlinu. Þetta er eitthvað svona þyngdur gulur pungur með einhverju dóti, þannig að maður sér alltaf svona flyðrur fara inn á völlinu af þjálfara hliðalínunni og eitthvað svoleiðis, eftir frá línudómurunum líka. Það er algjört dómarateymi stórt á bak við þetta. Alltaf fyndið að sjá dómarana koma saman, sko, aðaldómarinn inn, svo er alltaf tekin ákvörðun. Ég kann virkilega meta það, sko, að svo kemur aðaldómarinn alltaf, hann horfir í myndavélina, kveikir á mikrofónunum sínum og útskýrir dóminn. Ég kann svolítið að meta það, mér finnst það nördalega gaman líka. Nú er þetta einmitt að koma saman, sko. Eitthvað að spjalla, eitthvað að skjaggræða, sko. Fjórði dómarinn kom hlaupandi að fá að vera með í spjallinu, sko. Alltaf skilin út undan. Vá! Hún var bara að kasta eins og harðfisk, maður. Stundir skrítið svona stóru þungu varnarmenn, sko, grípa einhverja svona litla hlaupara og bara þeyta eitthvað út í buskan, sko. Ég byrjar að vera stressaður, sko. Ég var svo nálægt þessu! Þeir eru að fara reynda á þau. Vel gert! Þetta var flott létta. Maður áður þetta að fara í einhvern amerískan bjór. Ég gat ekki hugsað mér að fara alveg í Budweiser, þannig að ég fór í tékknesku útgáfuna sem er drekkanlegur. Klikkaði þetta á því að þetta er til svo mikið af góðum amerískum bjór, þó að sé ekki því þetta pissvarserdrast allt saman sem þeir eru að framleiða. Þetta er bara svo mikið af góðum microbrewur í bjórum frá Bandaríkjunum sem ég hefði þetta frekar hægt að fá mér, sko. Ég bara hugsaði ekki, sko. Ég gerði mistök með þessu súkkulaðirúsinum. Ég held að þetta væri gott. En svo er það bara þessar með mjólkursúkkulaðinu, ljósasúkkulaðinu sem eru góðar. Svo hvítur og svo dökkur er ekki spes. Það er svolítið fyndið, þegar maður horfir venjulega á þessa leiki, það er mjög mikið af svona trukka, svona pick-up trukka auglýsingum. Allt einhverjir risa Fordar og risa Dodge Ram trukkar einhverjir og eitthvað, who knows. Einhverjir svona diesel göslandi djöflar. Núna er allar auglýsingar um einhverja rafmagnsbíla. I don't know. Það verður algjört helvíti að klippa þetta vídeó. Það myndaði bara í gangi, sko. Hvað var þetta? 14 sekúndur eftir. Ég er lofandi hræddur við þetta. Hálfleikur. Jafnt 10-10. Það gerist ekki mikið meira spennandi heldur en það. Það gerist allavega ekki mikið meira jafnt heldur en það. San Francisco með smá forskot vegna þess að þau fá boltann í hendurnar í seinni hálfleik. Og við sjáum hvað gerist. Hvað er ég að horfa á? Þetta eru fullorðnar konur. Ég var að fletta upp þessari Shakíru, hún er jafngömul mér
ef einhver velti fyrir sér hvað sé svona hversu við hlut gerum konur í samfélaginu, þetta einn af ástæðunum. Þetta svona eiginlega eins og að horfa á sko dýrt og ennþá leiðinlegra Eurovision-atriði. Já, þetta ekki alveg að ganga rétt hjá mínum mönnum sko. Bara 1/4 eftir og þeir eru 20-10 undir. Þannig að líkurnar eru ekki miklar lengur.